Andrés Magnússon, gjör svo vel. Já, kæri félagar, það er synd að taka ekki aðeins til máls fyrst það eru svona fáir á mælendaskrá, en ég er með örstutta athugasemd fyrir þessar annars ágætu tillögur. Það er varðandi 8. greinina. Mér er stundum hugsa til þess þegar dóttir mín 15 ára gömul sest við morgunverðarborðið og byrjar að lesa að hún hefur engin tök á því að vita hvort það sem hún er að lesa sé einhver sem er að reyna að miðla henni upplýsingum eða hvort það sé einhver sem er að reyna að hafa áhrif á hana. Eða sem sé heila þóna eða hvernig sem maður lítur á það. Þetta finnst mér synd og mér finnst það skömm gagnvart börnum að þau veit ekki hvað eru hlutlausar upplýsingar og til þess að fræða þau og hvað er áróður. Og þess vegna datt mér hug hvort að vera hægt að lauma hér inn einni setningu. Frelsi fjölmiðla, ritstjórnarlegt sjálfstæði þeirra og gagnsætt eignarhald og ritstjórnarstefna skal tryggð með lögum. Og þetta er svona, ég hef nú kynnt þessa hugmynd fyrir nefndinni áður að til dæmis þegar læknar eru að tala á þingum þá verður það gjörðsfjörlega að lista upp allar eigur í hlutabréfum lyfjafyrirtækja hvort þeir hafa fengið borga fyrir að halda einn einasta fyrirlestur fyrir 10 árum síðan og svo framvegis. Og mér finnst eiginlega að þetta líka verið í öllum fjölmiðlum svona lítil klausa, þó það væri ekki nema linkur á heimasíðu það hver á þennan fjölmiðil og sem sé hvað hann er að reyna, hvaða skilabóðum hann er að reyna að koma til fólks og hvað hann vill breyta hjá fólki. Þannig ég er bara spyr hvort þið getið hugsað það hvort það verið hægt að koma þann inn og gagnsætt eignarhald og ritstjórnarstefna skal tryggð með lögum. Takk fyrir.